too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Stríðsrættur hlustendur, þetta hlaðvarpið tveir á toppnum þáttur 125 og við erum hérna tveir, ég og Oddur, þá var ég Tóti, Oddur er Oddur. Þú er einhvern veginn, var það ekki Tóti, tekið eitthvað svona tölfræði það hversu marga þætti við höfum mætt og hversu marga þætti við höfum ekki mætt, var það ekki? Jú, það er Excel-skjal til einhvers staðar. Já, er það ekki æsispendið fyrir hlustendur að heyra það? Já, kemur í ársuppgjörinu. Já, ég kan taka allan þáttinn í það. Að ræða. Heyrðu, það hérna er náttúrulega, það var Hrekkjavik og þáttur síðast, þannig að það var eiginlega ekki talað neitt annað en hrylling, gamlan og nýjan. Nei. Þannig að það er svo sem nóg að ræða, en við ætlum að svona vera með fókusin á Netflix-myndinni The House of Dynamite, sem svona fjallar það þegar það er bara að fara að fljúga kjarnorkusprengjur. Og til þess að ræða þessa mynd og viðfangsefni hennar, þá var ég fengið til mín Odd Ævar Gunnarsson, alþjóða stjórnmálafræðing, blessaður Oddur. Já, blessaður Tóti, gaman að koma ykkar, gaman að fá loksins að koma. Já, sem gestur. Kíkja í heimsókn, sem gestur, sem sérfræðingur í einhverju máli. Pældi því, hvað þetta er frábært. Já. Þegar við erum oft á síðasta snúning og oft svona stress að fá gesti. Einmitt. Sérstaklega í þann glugga sem við höfum opinn þeirri vikunni, Einmitt. Nú bara kemur þetta í einum pakka. Nú kemur þetta í einum pakka. Við vorum alveg að hugsa eins og Björn Bjarnason og svona að fá hann. Já, ég sá að því að Björn Bjarnason hann birti þarna að deildi þýðingu á viðtali við einhverja hernaðarsérfræðinga á varðberg.is. Einmitt. Og Björn náttúrulega, hann búin að fylgjast með alþjóða pólitíkinni í áratugi. Bara varnarmála, séni og sérfræðingur landsins. Absolutt. En við vorum nú ekkert að truflan með þessu. Nei, tókum bara alþjóða stjórnmálafræðingin. Já, því að maður átt hann í skúfunni, Já. Heyrðu, en hvað annað? Hvernig var Halloween hjá þér? Gerður eitthvað að þér? Herru, maður var náttúrulega bara í ungum sínum heima á sér í fósturstellingu að fylgjast með rifrildum inn á hverfisgrúpunum og hvort það ætti að halda hátíð fyrir börnin og ganga í hús á föstudeginum 31. október eða ekki af því að það var náttúrulega spáðið þessari asalháku og hræðilegu veðri síðan koma daginn að það var bara ekkit hræðilegt veður og það voru mjög margir sem eru ansið fúlir og svektir yfir því og ákvaðu bara samt að fara út þennan dag. Það er þetta er Íslendingurinn ég náttúrulega í 107 Vesturbænum og það er mikill metnaður fyrir þessu og það var náttúrulega bara búið ákveða að fresta þessu fram á laugardaginn því að þetta er lífsháski svo bara 4:30 bara á föstudörum, bara hálftíma ára þetta átt að byrja, þá bara var liðið það er bara ekkert að verinu, ekki bara gönni enda bara þannig að það var Og hvað gerðu þið? Dóra er náttúrulega Hrekkjavíkur drottning og hún var ekki tilbúin, hún var ekki búin að skreita húsið utan eins og hún ætlaði að gera þannig að við bara settum bara miða í klukkan bara komið á morgun bara, og svo bara slökti í ljósin og svo bara reyndum að láta að fara lítið fyrir sér Og mikið dinglaða? Nei, það var nefnilega það var reytingur, það var ekki mikið en svo var laugardagurinn var helvítir hér Já, það var mikið af fólki Og það var líka frábært viður á laugardaginn. Já, það var bara hlýtt Og en Gussi samt hann fór í einhvern sjórnækjabúning á föstudeginum og röldaðins með stóru systur sinni og svo aftur á laugardeginum hann fekk 2 nammilegan út úr þessu. Hvað ætli sé með Íslendinga mynd? Þú talar þessi típist Íslendingur. Hvað er máli með þessa mótþróa röskun? Þetta er náttúrulega fyrsta lagi náttúrulega bara agalis og geta bara aldrei staðið við neitt Nei. Það er eitt svo held ég þetta sé náttúrulega bara foreldrarnir eru örugglega sem sagt af aumingjakynslóðin og eru að aumingjavæða börnin sín og það hafa verið búið ákveð þetta svo var bara einhverjir krakkar byrjað bara skynjað í andrúmsloftinu það væri hrekkjavaka og þá hefur bara verið lúffað Fólk líka þolir ekki að láta segja sér hvað það á að gera
Nei, það er líka sko, þetta er byggt á einhverjum áætlunum og spám. Veist, þá náttúrulega, veist, þetta var líka orðið svolítið öfgakent þarna í snjónum og eftir snjóinn. Já, bara fyrir viku, ég var hvað var þetta ekki á þriðjudegi eða miðvikudegi, svo daginn eftir sko, þá þurfti maður að sækja krakkan í skólan sko, af því að allir ofta var komin heim fyrir 3 af því að það var að bara gera hvirfilbil sko, gerist ekki neitt sko, bara gerist ekki neitt og það er þetta, þá kemur þetta þessi sívaxandi, aukandi vantrú á vísindi, yfirvöld og allt þetta. Einmitt, þetta er orðið svona, þetta er ákveð vandamál. Maður finnur þetta líka bara, þú veist, það fer í töðunar á manni, þú veist, bara þegar mann er sagt hvað maður á að gera, skilur. Já, þetta, jú, ég er alveg svona rebel í hjarta mínu, en alltaf, þú veist, ég fyrir ekki eitthvað að rjúka út í sko blind bil, eitthvað on general principle, því ég ætla ekki að segja mér að vera heima þegar ég búið að vara mig við því, þú veist. Einmitt, ég var mjög fegin að þú spurði mig, mástu, hvort að ég tæki þátt í Reykjavík og eitthvað. Vá, hvað ég var fegin að bara pæla ekkert í þessu, ekki neitt, sko. Þessi reiði, öll þessi reiði, því ég sá þessu umræðu í öllum hverjagrúpum. Já, fólk verði svo reið. Það var í Breiðholtinu, það var í Grafavoginum, þú veist, þetta var út allt, sko. Já, og svo var bara alltaf strax byrjað að hnakrífast, sko. Já, bara alveg Garðabæ, Kópavogi, Hafnarfirði. Já, Melónum, Vesturbænum. Já, það var engin óhultur. Nei, en svo var bara dundur stemning og gaman á laugardeginum, sko. Já. Þó að auðvitað finnst mér náttúrulega, þú færir ekkert aðfangadag af því að það er vont veður sko og hrekkjavakanir, þetta er náttúrulega alveg heilagt sko, sérstaklega í kannski öðrum löndum. Já. Þetta er svolítið galin hugmynd, en fyrst að það var búið að landa þessu með virtistur almenni sátt, þá hefði náttúrulega verið réttast að standa bara við það. En nei. Einmitt. Kannski er eitthvað lærdómur fyrir þetta á næsta ári. Já, við bara þetta er náttúrulega held ég eina svona línulaga hlaðvarp landsins sko, þá verður eins og löggustjórn að draga lærdóm af þessu sko. Já, við verðum að gera það sko. Heyrðu, það búið að vera alveg sko urla að gera í glábinu. Ég ætla nú ekkert að ég get ekki fara að standa í að rekja þetta allt saman sko. Nei, það er fáránlega mikið að gera. Mér líður samt eins og þetta sé frekar rólegt hjá mér. Er það skrítið það? Nei, ég er ekki að ég er náttúrulega hérna á sérliðan sko. Já, þú finnir þér alltaf já, á kvöldi fyrir Halloween þá horfði ég á Psycho 2. Akkur er til Psycho 2? Það er til Psycho 3 líka sko. Akkur er til Psycho 3? Af hverju? Þetta er bara fyrir hverja? Já, Psycho hana sko. Jesús. Og svo var ég að kaupa notaða kilju, bókina Psycho 2 eftir Robert Bloch og það er allt öðruvísi saga heldur en í bíómyndinni Psycho 2. Aha. Já. Ok, þetta byggir alltaf bókum? Ég veit ekki með Psycho 3 sem að ég er að fara að horfa bara við fyrsta tækifæri, ég sá hana í 80s og langar að sjá hana aftur það er alveg drasl. Heyrðu, svo hérna í einhverju djóki þá horfði ég á The Last Action Hero með Arnold Schwarzenegger. Já, hvernig var hún? Ég sá hún í bíó þegar hún kom, ég held hún sé bara jafnkoð með þér, ég held hún sé 93. Þar sá maður Tywin Lannister, Charles Dance í fyrsta skipti í bíó, held ég, sko. Hann er vondikallinn. Já. Og þetta er náttúrulega svona, þetta er strákur sem er með galdra bíómið og sogast inn í bíómynda heim Arnold Schwarzenegger, sko. En svo kemst vondikallinn tilbaka inn í okkar heim og er ægilega kátur þegar hann var ekki, hóra á þessa mynd, hljómar ekki eða vel. Þetta er ógeðslega skemmtilegt, þetta er algjört svona, þetta er ekki gott. En sko talandi þinn mann, Arnold, það er brúin í það sem er að fara að gerast. The Running Man er að koma út í þessu mánuði. Já, með þínu manni. Glenn Powell. Með mínu manni. Er Glenn Powell minn maður? Já, ég frétti fyrst á honum hjá þér. Já, stökum tala um hann út af Sydney Sweeney. Já, út af Sydney Sweeney. Ástamyndin hann á síðast ári. Anything but you. Anyone but you. Já, það var á síðasta eða það síðasta. Janúar á síðasta ári. Já. Hann er núna leikið í þessari The Running Man. Edgar Wright að leikstýra. Já. Gunni í vinninni, hann var nú ekki að sá trailerinn sko, hann var ekki alveg nú ánægð með hann. Sagði þetta liti ekki vel út. Nei, ég veit það ekki. Mér sko, bussið er gott. Það er gott buss. Já, mér sýnst það. Ok, það er gott. Ég meina þetta er alveg, þú veist, þetta er íkonisk mynd sem ég var að endurgera, eða hvað? Nei, hún var náttúrulega fáránleg sko. Það? Ég er náttúrulega búin að lesa bókina 87, ég var í MR fyrsta ári mentó, fór á hann í bíóhöllinni. Hvaða bók er þú ekki búin að lesa? Já, þegar King er annars vegar, þá er nú lítið sem ég hef ekki lesið.
en Arnold og Japet Kotto og voru fáránlegum göllum svona einhverjum bara neon sjálflýsandi samfestingum að hlaupa í einhverju svona dæmi sko í raunveruleika þætti það má alveg gefa King það hann alltaf svo forspár sko hann þarna bara komið með reality TV sem þú fylgist með á efsta level sko þetta endar alltaf með því að það þarf að drepa fólk sko shit veist, í Paradise Island eða Survivor en nei, hún var mjög lítið skild efni bókarinnar sko og var astnalega í rauninni svo hún einhvern veginn orðið svona klassík kannski gegnum árin sko þetta ég myndi flokkana með svona sístu Schwarzenegger-myndum sko ég nefnilega sko að þegar núna ég að horfa á Glenn Powell í Chad Powers manstu, sagði þér ekki frá þeim? Eða var það kannski draumi sem ég sagði frá það sem hann leikur sem sagt einhvern asshole sem í ruðningi bandarískum ruðningi og hann gerir eitthvað ræðilegt og svo ákveður hann að koma tilbaka með því að setja á sig eitthvað make-up og leika eitthvað karakter sem heitir Chad Powers það sem hann tala núna svona og hann ótrúlega sérstakur from the south og ég bara plotti í þessu svo fáránlegt að það fer eiginlega allar ringin og gerir maður verður ekkert eðlilega svona invested í því sko að þegar svo fer hann alltaf hann hefur alltaf áhyggjur að einhver komist að hann sé að leika og svo framvegis og maður er alveg bara maður er alveg fáránlega einhvern veginn invested sko. Það er alltaf gott það virkar þetta virðist virka en það, ég held að 1 þáttur eftir eða 2 og þetta er orðið pínuskrítið núna sko hún 6 þættir, þetta er Disney Plus þetta er Hulu þáttur þannig en allavega þetta ég hugsa að það verið ekkert mjög líkar þessar myndir Running Man frá 87 og þessi nýja og við núna ekki taka sér svona tölvöld svona alvarlegra sko King er eitthvað involveraður í þessu og Glenn Powell ég nú sást haft eftir hann hefði sko þurfti að fá sko King þurfti að gefa grænt ljós og hann mætti leika karakterinn sko og það hefur gengið í gegn þetta er rosa 80s-legt plakat sem er nú sem er gott sko. og ég sé að Thanos er í henni líka hann Thanos Josh Brolin sá mæti maður ég er náttúrulega horfði á Infinity War daginn sko og byrjaði að Endgame holy shit Toti, Infinity War er Empire Strikes Back og reytum myndana, en það ekki er ekki saman á það? Ætli það ekki það kemur ljós, ég veit að við tölum oft Marvel-tróið Arna Thomas Marvel-tróið var náttúrulega lengst af gómsætt sko. Arna Thomas myndi snúa sig við gröfni og myndi vita hvernig ég er að tala gröfina þegar við höfum ekki séð hann svo lengi hann hefur ekki komið þáttum svo lengi hann er ekki í alveg dáin þetta er ósmekklegt ósmekklu brandur það sér alltaf ósmekklega heitin hvað annað en ég maður fyrir alltaf í kirkja á sunnudögum og kýsmiðflokkin ekki fæla í burtu kjósendur hlustendur drífið ykkur eitthvað fleiri börn Þannig ég ætti að vera svona pósterbóði fyrir miðflokkin 5 börn Þú á 5 börn? Já, ég er búin að skila sko mínu framlagi þarna Ég gleymi alltaf hvað þú átt mörg börn Það er ekki tala meira sko milljónundar sem ég skuldi meðlög heldur en fjölda barnana sko. Hvenær verður þú búin með þessi meðlög? Ég veit það ekki sko. Það er nú hægt að semja eitthvað niðurfelling og höfustóla Svona 2035? Já, Poetic Justice var náttúrulega ég verið dauður og börnin þurfi sjálfa að klára að borga Býtið, virkar það þannig? Nei Fyrir ekki að þú skulda meðlög Já, með sjálfum þér Heyrðu, já, allavega Running Man, ég er spenntur sko ég líka, ég er alltaf spenntur þegar kemur Hún er að þetta bíó í næstu viku ef ég skildi rétt allavega í lók næstu viku í Bandaríkjunum allavega, kannski þar næstu viku á Íslandi Já Heyrðu, tölum aðeins meira Stephen King það eru komið 2 þættir af 1 Welcome to Derry þetta er HBO og þetta er hjá þá símanum HBO í símans er þetta fárlega gott? Það er ekki gott að segja sko eftir 2 þætti en þetta lítur allt mjög vel út og fyrsti þátturinn sko hann alltaf byrjar sko á gróteskri fæðingu þar sem að kona fæðir skrimsli í bíl á ferð sko með þvílíkum fróðfossi og allt sko. Og við erum nú komast að því, við tölum House of the Dragon í fyrra og mælum með þeim þáttum, við erum með hvað, við erum 2 þætti, nei við erum bara 1 þátt, við gerum sér þætti endur fyrir lengu þetta, Jesus Christ sko. Þannig að þú ert mjög hrifin af fæðingu sem Þól ekki fæðingarsinnur, svo þó ég hafi verið viðstaddur 4 fæðingar, þá er þetta alltaf, þetta setjum við alltaf út á laginu og þetta er með því svona gróteskara sem hefur verið boði í þeirri deild. Já,
En svo svona eins og það greinilega verið að, ég held að sé verið að leggja grunnina sko 3 sögulínum sko. Þetta gerist 1962. Það eru hermenn á einhverju svona herstöð sem eru við Derry og svo náttúrulega eru börn í Derry að hverfa og deyja og allt það. Nú, akkur. En Pennywise ekki búin út að sjá sig eftir Nei, sko. Nei, þetta þetta ekki átekið fyrir svona upprunnusaga? Jú, eða svona allavega... Hvernig trúður hann var til? Já, eitthvað svoleiðis. Samt hann náttúrulega nær lengra aftur í tíman en til 62 en allavega þetta eitthvað svona byrjunarreitur. Já, þú veist að ég náttúrulega ekki búin að sjá myndirnar, 9 myndirnar, 1 myndirnar. Nei. Ég náttúrulega bara meika ekki. Sko. Nei, þú þarft í það, engin pressa. Nei. Og svo þetta samt sko að þetta náttúrulega byggt á þetta spuni við eitt og svo eru margir segja á Facebook sem eru fúlrútið og þá alltaf verið að dissa King sko en hann skrifar þetta ekki, þetta ekkert honum að kenna og vart eitthvað ósáttur við það sem komið sko. Nei, að hann vantanlega mitt kvikmynda verið HBO, þú veist, þeir eiga bara réttinn og eru bara búa til sögu og þetta alveg svona nettsniðut og svo þetta meira svona meira King í þessu þetta eru þarna nokkri svartir hermenn, blökkumenn og þetta 62 og þetta sko rasisminn og allt það ógeð sem var í gangi og einmitt miðflokkurinn vill að við fáum aftur sko og þetta alveg maður verður bara dapur sko að horfa á þetta að það náttúrulega börnir farin að hverfa og það bara já, svartir maðurinn gerir þetta taka hann og alveg dóms og laga eitthvað, nei, bara hann gerir þetta hann svartir, come on við erum alveg með þennan pakka sko nema einn af svörtu mönnunum húsvörðurinn í The Shining gamli, hann var gamli kallinn sem var með skikning á hann sko og einmitt sko Kubrick drapan eða lét Jack Nicholson drepan í myndinni en hann lifði hins vegar bókina sko hjá King og þar hann sérst ungur hermaður en komin hérna með að vera notan út af skikning á henni þeir eru að leita að því sem að þeir kallaði vopn þetta svolítið árið eins og alien sko það er að sækja, að reyna að finna og þetta sem sagt eitthvað við vitum ekki hvað þetta við erum að leita að þessu og þetta sko, þetta gerir fólk bara að lama og ótta þeir eru að leita að sko herinn að leita að Pennywise til þess að vopnavæðan sko, þetta svolítið þarna, þetta var í lokinu á síðasta þætti þá fór ég aðeins býttu nú við þetta er svona cinematic universe það tengist allt Shining Kingskur Universe það er þetta þeirra að henda inn svona páskagjum handa okkur konstant rítið sko. við veist mjög gaman að hann væri komin kokkurinn en þetta the votes are not in sko, ég veit ekki, þetta gætur ekki ekki þetta lítur alltaf alveg opbáslega vel út mjög flott en 3 sögutræðir eða svona 3 sögur í 8 þáttaserju og Pennywise eitthvað sem að herinn að leita heldur þetta drægi að svona áhörundur eins og mig sem hafa aldrei séð eitt Nei, ég veit ekki ég hugsa, þú getur náttúrulega komið ferskur að þessu en ég hugsa svona líklegri til þess að festast við þetta og ert með það er skemmtilega að sjá eitt undan já, og náttúrulega King fólki náttúrulega, svo ég náttúrulega búin að sjá gömlu sjónvarpsserjuna með Tim Curry og búin að lesa bókina og sjá nýju myndina þannig að ég alveg vel gýraður sko en ef þetta verður ekki gott þá verður við náttúrulega líka mjög reið King fólki sko já. En ég er alveg bara frekar hess með þetta þá heyrðu Slow Horses kláraðist fyrir viku síðan Slow Horses maður, það er ótrúlegt sko já. Hvað býtum við ræðum með spilla eða hvað Já, við þurfum að fara djúpt og nýtt svo oft búin að rekja þetta svona Hvað þetta var 5. serían Þetta eru þættir sem ekki aðgengilegur í Íslandi Nei, það er ekki hægt að horfa á þetta þú veist nema maður sem tækin stilt skráður til heimilis síminn Apple TV skráður til heimilis í Bandaríkjónum með eitthvað VPN eða það er ekki ennþá fólk að torrenta stela svona Jú, stela náttúrulega sem náttúrulega við stiðum það ekki en tjúvill, vá hvað þetta er gott Já Ég er svo ánægð með að þér finnst ennþá gott að ég er búin að vera að sjá svona í einhverjum Slow Horses Facebook-grúpum fólk eitthvað að tuða í miklu minniluta sko ánægðan mjög almenn sko Yfir hverju er fólk að tuða? Já, ég veit það ekki þetta er eitthvað, þetta hafi ekki verið alveg ekki nógu eitthvað svona og hins eginn sko
og einhver er að láta Roddi hérna fyrir töðunar á sér hakkarinn sem einhvern fyndasta típan í þessu það líka punktur með hann er óþolandi hann á að vera óþolandi það var eitthvað sem, hann náttúrulega algjör óþolandi hann er ekki með neina svona redeeming qualities nei, hann er óþolandi hann er ógeðlegur fyrir þau hérna sem hlusta og hafa aldrei heyrt þetta breskið þetta Gary Oldman í svona einu stærstu hlutverkinu leikur yfirmann svona lúseradeildan Jackson Lamb sem stjórnar lúseradeild MI5 það sem eru njósnarar sem hafa skítið upp á bak eru sendir í sláhás þetta svo fyndið bara, þetta svo geðvið koncept þetta bæði spennandi en svo ógeðislega fyndið eins og ég segi þátturinn hann að næst síðast eða þriði síðast eða eitthvað það sem að bara hafa verið svona röða andvika og ég ætla ekki að spoila þessu þetta ríkalegt útvarp og fyrirgefið en bara það verið svona röða andvika sem að verið til þess að þú veist bara eitthvað gerir skilur og það bara eitthvað ekki gott sem enginn vildi að gerist og bara þetta það finnasta sem að ég hef séð ég öskurlóður þetta sko en þetta er náttúrulega byggt á bókum eftir breskan rithöfund Mick Herron sem að hann búin að skrifa 9 bækur ég á fyrstu 2 hef aldrei lesað hvað finnst þér það? Já, algjörðu, drífið því að þú varst að spyrja mig eitthvað hvort það myndi sko skemma fyrir þér en svo þessi 5. seríu gerði til 5. bókinu London Rules og það breytt svo miklu að ég var alveg, þó ég hef lesið hann 2 ég gæti aldrei vitað hvað djöfullin myndi gerast næst sko og plottinu gjörbreytt sko skúrkarnir eða illmennin það er öll breytt þetta eru ekki líbímenn, þetta voru sko norður kóreskir lúsera agentar sem voru hérna að gera usl í London í bókinni sko. Ok og mér hans líbíska meikar það svo mikið sens þetta meikar allt sens og svo náttúrulega þannig að þessu var breytt úr norður kórumönnum í Líbíu Líbíumennum meikar fullkomið sens bara út af Muammar Gaddafi dæminu 2011 og 2004 þetta er alveg úthugsaður svo er þetta náttúrulega óbúslega vel skrifað óbúslega svona vel unnið fyrir bókunum og svo það sem er bara það sem setur þetta bara sko á toppinu náttúrulega leikararnir þetta er ógeðslega vel leiki og það er allir Gary Oldman er náttúrulega geggjaður en þau eru öll svo gæinn sem að leika first desk yfirmann leinustæð það er geggjaður algjörlega geggjaður ótrúlega lúðið nei bara eins og atrið þarna sem að kemur atrið í þessari seríu sem að þau eru í stofufangilsi sko af alveg MI5 er bara þið verið bara þú veist hvernig þið leysa sig úr því sko bara svona samræðina sem að fara á maður það bara þú veist þetta er svona sjónvarp það er svona að horfa bara virkilega horfa allan tíman sko. það er svo sjálfgeft sko þetta er bara með því betra sem er í sjónvarp í dag sko ég er bara hvatt bara alla skiljuru til þess að horfa á þetta það er bara þeir sem að láta þetta fram sig fara er að bara missa miklu og þetta er alltaf að klifra í vinsældum þetta farið ótrúlega lítið fyrir þessu með hvað þetta er geggjað heldur þú sko, eru Apple bara búin að útiloka að ég heyrði það einhvers þar, ég veit ekki hvort það er rétt maður bara ræða hér á þessum opna vettvangi sem þetta hlaðvarp er sko að þú veist til dæmis það bara að það sé ekki fyrirtækinu í Íslandi eins og til dæmis Sín að það er núna Símin í einhverju sambandi við HBO einhverju samstarfi sig að það sé ekki vera þú veist að Apple-efni sé ekki aðgengilegt neins þar á Íslandi við erum alltaf að tala um þetta miljónsinnum og fyrir hlustendur sem er að hlusta okkur reglulega bara fyrirgeðu hvað þetta eru þreytt umræðni en samt bara að þetta efni sé hvergi aðgengilegt það er ótrúlegt skrítið og þetta virðist vera universalt þetta er bara er það ekki? Þetta er einhver stefna hjá Apple sem er ótrúlega skrítið þeir sko henda peningum í sjónvarpsefni sitt þannig að þetta er besta sjónvarpsefni í heimi bara þeir eru fyrir mér bara löngu konu fram úr HBO minnst það ekki vera með sama það er ekki með sama geðastempil og það var Apple er svona nýja HBO okkar tíma einhvern veginn en svo sko eða er 0 krónum í markað það er svo kunni bara að selja sko síma og tölvur sko. einmitt, akkurat eða 0 krónum í markaðsendingu og svo eru bara með efni á einni veitu og hafa engan áhuga á að selja aðeilum eins og Sín til dæmis þetta er gali sko þetta er eiginlega algjörlega gali sko. Þetta er samt það vinsælt að það er náttúrulega búið að taka upp Series 6 basically hún er bara í svona það gera þetta alltaf hún er bara í svona einhver post-production sko það er svona gáttuður sínt æsispennandi trailer sko úr næstu seríu sem hafa alltaf gert, ég elska það sko og það er búið að gefa grænt ljós á Series 7 það er þannig, það eru 2 viðbóts á minnsta kosti en ég bara nefndi þetta vegna þess að það voru að byrja bara leið og Slow Horses hætti þá
demdi Apple TV út hérna fyrsta þætti af Down Cemetery Road sem er sem sagt byggt á fyrstu skáldsögu þessa Mick Herrons. Þú sagðir þetta, sagði mér þetta. Já, og nú eru komin 2 þættir. Þetta er náttúrulega ekkert, þú ert ekkert að vera eitthvað stóð horsis alveg bara wow, en þetta er ógeðslega skemmtilegt. Emma Thompson leikur hérna engaspæjara sem er að hérna, leita týndu barni og það er einhverjir mjög undarlegir, held ég örugglega MI5 agentar að drepa fólk svona Emma Thompson, sko. Hún er ógeðslega kúl. Það er ákveðið bara og pældi að vera með sko Gary Oldman í annari seríu og svo Emma Thompson í henni. Já, og þetta er sko, þessi bók náði einhver flugi. Þú veist, þessi gæi er búin að skrifa sko alveg bunga bókum í alveg lengri tíma. Allt í einu bara brýst sló horsis í gegn. Þannig að hann er óplæður agur. Já, ég held það. Og hann skrifa nokkra bækur þessa típu sem Emma Thompson leikur. Og þetta endar alltaf á cliffhanger sko. Ég horfði á þá 2 gær og ég get ekki beðið eftir sko næsta. Okay, og hún er svona minnir svolítið á Jackson Lamb, hún er ógeðslega kaltæðin og kjaftfor og svona svolítið á skjön við umhverju. Ógeðslega? Nei, bara töff sko. Já, mér varst það líka svo geggjað því að hérna, hún á eiginmann sem var með draumum að vera svona engaspæðir eins og úr bók eftir Raymond Chandler. Það getur verið ég. Nema hann deyr bara í fyrsta þættinum. Hún er sem stela svona að leita. Er það spoilað það? Nei, menn hann í fyrsta þættinum sko. Já. Og hann virðist það fram í sjálfsmál en spurningin var hann drepinn og hún er að reyna svona Ég skil. Geðvögt. Þannig að ég sá bara sjálf mig dauðan sko. Já. Engaspæðir að hann var lélegur sko, hann var gati volítið sko. Heyrðu, það er þetta, þannig að það allavega þeir sem að, já, þetta er ekki HBO, ég rugglaði saman Apple og ég veit það er út af því að Apple er komið með sem sama status og HBO var með. Já, ég held örugglega að þetta sé, kannski er þetta HBO. Þessu tengt, rithöfundum. Já. Þurfum við ekki að fá sérstaka miða á þess Iceland Noir hérna hátíða? Langar þig. George R. Martin er að mæta. Game of Thrones með hann mikið að skrifa fyrir ég þarf að hitta hann til þess að nei ég er reyndar, það er góð punktur hann hefur skrifað alltaf Twilight Zone þættina ætlar að beða hann að klára já ég ætla að hitta hann og hristan og segja you have to finish Winds of Winter what are you doing here hann sé bara komin í sko, hann er fastur í stíflunni sko. hann er ekki að fara að klára þetta ég held að hann er búin að ég heyri það einhvers þetta getur verið fake news þú veist, ég bara væri búin að gefast upp sko. Hann er bara gamall og þreyttur lúin og bara njóta lífsins já, svo kannski missir maður svolítið dampin þegar einhverjir sjónvarsnjólar eru búin að sko, fara fram úr þér og eyðileggja söguna þér sko. Hann hefur lýst þessu sem hérna tvennskonar rithöfundar þeir rithöfundar sem að sko búa til kort og svo mappaði bara út og bara heyru ok, og svona þetta og hér er leiðanandi og svo þeir sem eru meira svona eins og sko garðirkjumenn sem eru að vöka blómin og svona þetta blóm henni flott og svona svona óvissir og svona finna sér einhvern leið og hann er náttúrulega þannig og það þýðir bara það að hann er komin út í skurð skilur, hann er bara komin það mikið af personum veit ekki hvernig hann ætlar að ljúka þessu hann ætlar að ljúka þessu með því að Daenerys, þú veist, það allt en hérna, já. Svo er þetta spurningum sko hvaða aðferðafræði sko aðdáendur og lesendur beita King var einhvern, hann skrifa hans magnum opus er Dark Tower veit ekki hvað þetta eru marga bækur sko svo var komið langt hlýja ekkert að frétta af Gunslinger og Dark Tower þá sendi ykkur hann mynd það var svona bara svona tuskubángsi og sæti tuskubángsi og svona haldið byssu við hausinn á bángsanum þessi bángsi drefst ef hún skilur ekki að því næstu bók það verið staðvirka það er mjög gott sko. Svo Nicola Sturgeon líka kom á þessu hátíð gamli hérna fyrstir á þeirra Skotlands já the Prime Minister þú er bara að fara það ég er bara að fara og kannski taka upp svona að vera með upptöku og svo spilu það í 200 tónn frábært getur líka kannski bara gert þetta að fyrir vísu og stöðtöðuleginni nei, bara 2 tónn exclusive Herðu, já, ég ætla nú að bara stytta hérna aðeins mál mitt, sko, en það var eitthvað mikilvægt sem ég já, herðu, datti bara hérna, RÚV er búið að sína 2 seríur af hérna, Blue Lights, heitir Bláu ljósin í Belfast, heitir þetta á RÚV, þetta svona einkennisbúningalöggur á Írlandi. Bláu ljósin í Belfast spennandi þættir lögreglumann líf lögreglufólks í Belfast og hérna fyrsta serían var góð önnur serían var betri
ég var að horfa á þriðju bara á einhverjum BBC iPlayer eitthvað, þetta geggjað Þetta bara geðið þetta vangeðið gott sko. þetta er, ég veit ekki þetta bara komið á eitthvað stað sem bara þetta svo ógeðslega góða persónur og bara mikið í gangi og missir oft svona svolítið af efnið þegar á RÚV mega hansans já, hann mega mikið sem er mjög skrítið RÚV sýnir oft mjög góð þetta ég sko þá sjaldan sko, þetta nú snýst í vildum breskar glæpa þetta hjá mér sko, þá er ég búin að lesa þá og heyra þá í einhverjum erlendum miðlum og tjekka hvort að RÚV sé með þetta sko. En þetta er ekki að koma á RÚV, ekki 3 ekki 3 það vantar 3 sko, ekki þetta er RÚV þetta drífi að láta texta þetta og hendis út þetta er algjörlega, þetta er amazing sko, bara á alla orð sko, og það er líka eins og allt brest glæpaefni, þetta er svo vel leikið að það er ekki, það er bara ekki hægt sko, þetta er alveg opbóðslega emotional sko, ég var alveg bara ég átti bara bátt með mig á köflum sko, þetta er þú kynnist persónu svo vel að þú fyrir að hafa áhyggjur að þeim sko, og ástamálum þeirra og hvort þið lifið að degi og hafa mikil feigð sko. Ok, heyrðu það er 60. nóvember, þannig að á morgun er 7 þá byrjar eitthvað þættir sem heita Pluribus og eru frá Breaking Bad Gordon. Vince Gilligan Já, ég held að ok, hvar byrjar þeir? Á Netflix? Nei, örugglega ekki Netflix en ég er bara AMC Já, ég raka augun í þetta bara ég er búin að kynna mér nefnum að þetta er óhamingjustu mannesku í heimi sem að þarf að bjarga heiminum frá hamingjunni ég tengi náttúrulega alveg þetta Já, þetta er mjög, þetta er hljómanislega plott sem þú skrifaðir eitthvað nákvæmlega bara eitthvað sem ég hef getið dreymt AMC, það er ekkit svo sjónvastöð það sem að það framlýslu fyrirtæki hvað sem þetta er það er ekkert það er ekkert svona útibúð fyrir þetta hér á Íslandi þetta er eiginlega alltaf Netflix það voru ekki alltaf að hóta Breaking Bad og þetta myndi dett út og já, svo dettur aldrei út já, og svo talandi Netflix líka já, svo talandi Netflix þá er Frankenstein Guillermo del Toro að detta á Netflix á morgun heiluði Tveir á toppnum er í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfum að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Það er nú er það sérþáttur? Ég veit það ekki Nei, ég veit ekki þetta er náttúrulega hvað heitir hann Dameron Poe Já, við lögum okkur náttúrulega eftirspurn sko. ef allir verða að tala hana Já, sko, þetta er að fá alveg sko, þetta var ekki með eitthvað svona limited í bíó þannig að það eru sko, komur 250 okkur dómar á Rotten og sem var komin upp í einhverja alveg fína prósentu sko, 85% okay. 95% audience og þetta er Oscar Isaac leikur á Victor Frankenstein, Jacob Elordi leikur óskapnaðinn og svo er Mia Goth þarna og Christoph hann er Frankenstein heitur já, Fun heitur og svo Christoph Waltz bara þetta lítur allt mjög vel út en bara ég þól ekki þegar að vera að segja mér sömu söguna sem ég þekki inn og út aftur og aftur og aftur sko. Já, mér finnst þetta líka mjög hættulegt sko, það sem er hættulegt við þetta er að þetta er mynd sem hann hefur langar til að gera bara allt sitt líf það er eiginlega búið aldrei gott en þú skilur hvað við, ég veit ekki þetta er bara eiginlega too much, þetta er líka bara þetta fitt eitthvað, við erum með Guillermo del Toro gera Frankenstein þú veist, þetta er eiginlega svona sætast og heitast og unga leikara allir sem leika já, þetta er bara too good to be true dæmi, sko. Já, en kannski virkar þetta sko. ég held að þetta síðast komið í bíó og það var örgulega Kenneth Branagh það sem að Robert De Niro lék óskapnaðinn já og minnir að mér að við bara finnst þetta bara mökk leiðilegt sko bara, en náttúrulega er þetta eitthvað spennandi saga? Nei, þetta er náttúrulega bara Mary Shelley og náttúrulega sagan verður til náttúrulega The Haunted Summer með Byron og Shelley og Mary Shelley og það voru að djúsa við Lake Geneva og Dracula sprettur svona óbett upp úr þessu líka þetta er bara modern horrorin bara verður til það er bara einu frí já. Ég ætti eitthvað að gera þetta fara til tenni og
taka einhverja sukkfélagi með þér, sko. Taka einhverja sukkfélagi með mér og finna upp einhvern veginn hryllingin fyrir 21. öldina. Þannig að þetta er náttúrulega bara mikilvægt verk, sko, skáldsagan og allt það, en ég fróld að sjá hvað Del Toro gerir við þetta, en ég maður bara sko líka, ég held að þessi Frankenstein mynd þarna með De Niro, ég held að hún er svona fyrir mér. Hvenær kemur hún út? Það er í einhverstaðan í nætísinu og ég held að sko hún er eiginlega svona bara marka fyrir mig bara svona dauða De Niro eða upphaf hnignunar, þú veist, hann er alltaf löngu orðin bara De Niro, hann er saman hvað hann leikur, hann er alltaf bara, Rolf De Niro. You talking to me? Já, og Frankensteins monsteri var svolítið, þetta er bara Robert De Niro, þú veist, með eitthvað smá meik þannig að ég er ekki spenntur, ég er ekkert rosa spenntur, en ég mun alltaf detta Elordi er alltaf frekar mikill Frankenstein, sko, þeir eru svo svona eiginlega hefur leikið Frankenstein allt sitt líf, sko, þeir eru pæli hefur ekki séð Euphoria? Nei. Þú verður að sjá Euphoria, núna hefur enga afsökun en það er á HBO Max. Það er geggjað þetta. Ég veit það Sydney Sweeney og hún Zendaya mínu uppáhald. Nei, dóttir mín hún var eitthvað að horfa á þetta Euphoria, hún að mæla með þessu, ég veit alveg gott þú erum að þessi bara, ég hef ekki tíma fyrir þetta allt og ég er alltaf að horfa á gamla myndir og DVD, sko. En nú myndir hægt að horfa á Law and Order? Já, það veit ekki það er ekki búið. It's a no for me, dog. Nei, líka því að dóttir mín sá Hamlet þarna í leikhúsinu daginn, sko. Já, ég sá að það fekk eitthvað slæm dóm á vísi. Já, Símoni vinn okkar. Langt síðan sá jákvæðan dóm á vísi. Já, Símon sagði samt í sínum dómi þetta væri útvatnaður Hamlet fyrir unga fólki og dóttir mín fannst þetta geggjað, sko. Ok, það? Já. Hún vil meina að Hamlet sé, sko, Kanye. Þetta sé Kanye West, sko. Já, ok. En þá, veistu, ok, að Ragga mín veitur hvað hún syngur, sko, þannig að ég svo, ok, svo bara á ég nenni í leikhús aftur, veistu, ég er búin að sjá margar Hamlet myndir og lesa þetta, þetta er alltaf, ég hef ekki tolerans fyrir. Nei, líka leikhús þetta er svo mikið binding. Já, ég veit. Þetta er svo mikið bara svona, þetta verður kvöldið. Ekki það, þú veist, bíó er það náttúrulega líka, sko. Já, nei, minna, þú veist, ef þú veist alveg miklu í bíó, þá ferðu bara út og meiri mynd á þess að pæla í því, sko. Þú gerir það ekki í leikhús. Nei. Ég mun aldrei gleyma þetta áfallinu. Þegar við fórum í leikhús sem í svona fyrsta sinn, sem svona krakki, einhvern veginn, og Latabær náttúrulega var fyrsta leikhúsið, sko. En fór Grease. Já. Með Selmu og Rúnari. Já, ég man eftir að það var sett á svið. Ég fór með systur minni. Ég byrja eitthvað að tala á hana, eða kvísla, hún segir þetta er ekki boðið í leikhúsi. Já. Ég er bara áfallið, sko, ég er ennþá í áfallið. Já. Hvað er langt síðan? Á, mættir ekki tala? Já. En nú er allir byrjað að tala bara í svona samtals voljum í bíó. Hvað allir sé langt í að leikhúsið þar sem er? Ég veit, akkurat. Góð spurning. Já, ég ætla bara, ég er með svo 37 mínútur, House of Dynamite. Margt sem að ég er með mér en ég ætla að hætta. Þeir eru meila að fara að vera með bara, þú verður að vera með auka þátt þess að þú bara svona heldur ræðu fyrir mikrofón. Þetta er bara óvinni mikið núna, ég veit ekki af hverju þetta er atvikast núna og kannski að því að ég fikk ekki tala um neitt nema hrylling síðan, sko. Þannig að ég ætla að geima Black Phone 2 þangað til næsti eða þar næsti einhvern tímann, en hún er fín. Já. Eða þá að Já, þá skulum við þetta er The House of Dynamite. Já. Hún er vinsælasta bíómyndin á Netflix þessa dagana og erfitt kannski að lýsa þetta er bara svona eitt góðan veðurdag í Bandaríkjunum þá fer bara allt á Defcon 1 og það verðist vera bara kjarnorkuskeyti á leiðinni á Chicago. Já, þetta er nú alveg frekar einfalt að lýsa þessu plotti. Hvað var að spillu með? Var þetta bara hispurslaust og svo framvegis? Kannski byrjum að taka þetta án spilla þannig að þið getur haldið áfram að hlusta. Það er nokkra spilla, við bara tölum ekki með endin sem er gal opinn. Já, ég myndi við skulum bara ræðum þetta þetta er bara það er bara kjarnorkusprengja á leiðinni bara eldflaug frá Norður Kóreu líklega og þetta er allt með mæltæki, við sjáum aldrei bara svo það sé sagt sem er líka mjög áhugavert og bara skemmtilegt sjáum aldrei eldflaugina, skilju þú veist utanfrá, við sjáum hana bara eins og fólkið þarna er bara the situation room í Hvíta húsinu, Bandaríkjunum það sem bara verið að díla við þetta og þetta eru einhver 20 mínútur í rauninni basically
og þetta alltaf að fara svo fram og tilbaka sem truflaði mig smá. Hvað finnst þér það? Þegar við byrjum með okkar aðalkonu, hún einhvern veginn í Rebecca Ferguson, gaman að sjá hana, hún frábær í Silo og Dune og svona. Svo alltaf að fara fram og tilbaka og truflaði mig svona smá undir lokin, þá var ég honum smá svona, heyrðu, þú veist. Halló, núna vil ég bara sjá hvað að fara að gerast sko. Nú eru búin að vera að bíða of lengi með veist, og svo spensi bara hvernig þetta að fara að enda með þessa sprengju og bara mjög spennt og mynda það var svolítið skemmtilegt, þetta náttúrulega Catherine Bigelow sem hefur gert ímislegt sko, ef að staldra aðeins Catherine Bigelow já, gerum það hún náttúrulega kannski það ekki margi kvenkinsleikstörar heldur sko, þetta náttúrulega bara fyrir að fyrsta náttúrulega bara fyrsta konan til þess að vinna Óskarsverðlaun sem leikstjóri og það var 2010 fyrir Hurt Locker skandal menn, ég hef aldrei séð Hurt Locker sorry, með mig, það skandal og svo hún tilnefnd aftur 2013 og það fyrir Zero Dark 30 ég sé hana með Jessica Chastain það ekki jú, ekki það sem taka Bin Laden taka Bin Laden, Chris Pratt inn og einhverjur já og þar fyrir utan sko þá náttúrulega var hún einu sinni eiginkona James Cameron og hefur sko ekki gert rosalega marga myndir en hún svolítið mikið að gera bara gott stöf sko. Hún svolítið í svona grounded myndir sem byggja á svona þú veist eins og Zero Dark 30 gert í alvegni, Hurt Locker var ekki sprengjusveit í Írak-stríðinu þetta allt svona smá grounded og þessi mynd var alveg klárað þannig eins og stílinn, tökustílinn þetta var svona eins og við værum bara að horfa á þetta gerast einhvern veginn live skilu allir inn símónum sínum löpuðin í Situation-herbyggið það sem að sést bara þessi debill alltaf að færa snær og náttúrulega allar varnir klikka sko einmitt en klárum Catherine Bigelow þegar svo gerði hún K-19 The Widowmaker kafbátinn með Harrison Ford og Liam Neeson og Ingvari Sigurðssoni pældi því, hún hefur leikstýrt Ingvari Sigurðssoni í hvað mynda það? K-19, The Widowmaker K-19 The Widowmaker gerði Catherine Bigelow hana? Já akkur vissi ég það ekki? Ég veit það ekki og það sem Ingvar lék yfir vélstjóran Gorelov og svo sko einn af mínum uppáhalds það Strange Days frá 95 Ralph Fiennes gerist áramótin 2000 svolítið sýrð sko og náttúrulega sækir titilin í Doors lagið samnefnda merkileg mynd og svo náttúrulega Point Break Patrick Swayze og Keanu Reeves að fremja bankarán með forsetagrímur Surferamyndin 91 Legendary Blue Steel með Jamie Lee Curtis löggumynd 1990, hún var leiðileg fannst mér og svo Near Dark 87, þar hún sko, það vampírmynd og þar leika Lance Henriksen, Bill Paxton og Jeanette Goldstein sem að leik Vasquez í Aliens það segir anyone mistaken you for a man have you ever been mistaken for a man no have you og þetta allt sagt, James Cameron leikarar sem þarna hjá henni þarna sko hún ekkert eðla góður leikstjóri mjög klár sko alveg bara, og þessi mynd þú veist, ég meina veikur mína athygli sko já, ég verður bara sko best að segja strax að ég var að sjá eitthvað fyrst sá ég titilinn eitthvað, Vincent og Netflix Ertu nokkuð að fara að spilla það? Nei, ég er bara að segja að mér langar ekki að sjá mynd eitthvað House of Dynamite, wow, hvað ég nenni ekki að horfa á þetta svo ok, Catherine Bigelow, svo já, er þetta eitthvað kjarnorku já, ok, en svo bara hafði ég eitthvað ekkert að gera ég var söktinn sko þetta er mjög góð mynd þetta er ógeðslega spennandi mynd og hún heldur manni einmitt allan tíman þegar maður vill vita hvað gerist og svo er náttúrulega þessi frásagnarmóti mér fannst þú bara að vera alls svona það var nú frekar skýr sko seinni hlutin þá ætti að endurtaka upphafið bara frá sjónarhorni forseta Bandaríkjanna sem var búin að vera eitthvað frá línunni var röddina hans eitthvað breytt í í fyrirlutunum? Já, í fyrirlutunum þetta var ekki Idris Elba Nei, ég var bara hálfhissa þegar Idris Elba fyrstist sem fórsetinn sko. Ég hugsaði þetta, svo þegar hann var að endurtaka þessa línur what are you suggesting? Það sé verið að blekja árandur vissvísandi og það ekki smá að svona aðeins vera en þú er náttúrulega ungur sko, ég er náttúrulega svo gammal að allt svona rugl með tímalínur náttúrulega þeir fara að trubla mig mjög mikið sko og ég skildi ekki neitt, veitu hvað okkur er fórsetinn bara að fara kasta körfuboltum í einhverjum háskóla skóla ég er samtalið smá sammála þegar þú veist, ég veit ekki akkur og kannski segir eitthvað mig og bara svona athyglis, þú veist gáuna sem maður er komið með sem er mjög lítill að
þetta truflaði mig ekkert sko fyrst þegar þetta var að gerast, það var ok, núna er verið að sína ok í byrjun, við meðum ekki sjá ok, svo kemur þetta allt saman en svo þegar þetta var í þriðja sinn þá var ég smá svona, heyrðu, jæja núna vil ég bara sjá hvað er að fara að gerast í þessari mynd einmitt, þetta er orðið helviti mikið drag hérna sko. En þetta er allavega, þetta er bara verstamartur okkar allra bara, og mér finnst þetta ná alveg sko fólkið sem er hérna við stjórntækin sko, þetta er náttúrulega bara fólk á bara börn í skóla og bara maka ekstar út í bæ og bara þetta er náttúrulega styrla að fólk geti sko unnið við þessar aðstæður þegar maður ekkert klikkar sko. Mjög, og það var þetta ná alveg mannlega þættinum og bara þessar ógn og þessum óta og svo það var beinað svo Chicago og datt mér hvort þetta væri inside job sko Trump að senda eina góða núku á þessa leiðinda borgarna og New York næsta listanum núna eftir borgarstjórnarkosningarna einmitt. En þetta var allt mjög vel gert og spennandi mitt að ég setti staðinni áhugaleg sko bara nett allir gera þessu en þetta náði mér og ég held að þetta er alveg ógeðslega góð mynd öll leiti en ég held að hún sé svona vinsæl og svona góð vegna þess að því miður þá er þetta aftur orðið raunveruleg ógn. Já, ég meina ef þú kveikir þessa mynd einhvern mann svona 1990 þá er þetta bara verið eins og einhver sci-fi bara, ég man eftir þeim tíma ég er náttúrulega ólst upp á 10. áratugum áhyggjuleysi tíminn ég ólst upp á 10. áratugum það er bara, sagan er bara búin kaldastriði búið, Sovétríkin liðin undir lok Rússland er vinnur okkar hér er bara betri heimur stríð, þú veist, bara í fjarlægum löndum er ekki að fara að gerast kjarnorkusprengjur, náttúrulega fullt af dílum að fækka þeim, gerður á 10. áratugnum Úkraínumenn samþykkja að afvopnast bara afhenda Rússum allar kjarnorkusprengjurnar sína gegn vilyrðum að það verði ekki ráðist á þá var náttúrulega svo sjálfsögðsveki þarna var bara einmitt, þetta var svona tími skynsemi skilur, á 10. áratugnum svo á samanskapið þegar nú er ég náttúrulega hérna sem gestur sem stjórnmálafræðingur það er náttúrulega bara allt kaldastrið náttúrulega gekk bara út að þetta ógnar jafnvægi eins og köllum þetta, Sovétríkin væru með sínar kjarnorkusprengjur og Bandaríkjamenn væru með sínar kjarnorkusprengjur vandamál er náttúrulega sko saga kjarnorkusprengja er svo ótrúlega löng það er búið að fullkona þessi vopn svo mikið og ég er svona nýbúin að horfa náttúrulega á heimildamynd kjarnorkusprengjuna og kaldastriði á Netflix vopnin sem voru sko búin til fyrst eins og í lok seinni heimsstyrjaldar þetta var náttúrulega bara Oppenheimer og þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki þetta voru svo ótrúlega litlar sprengjur sko við erum að tala að núna eru menn náttúrulega bara konu með sko vetnissprengjur sem eru svo ótrúlega stórar að það er rústa svo miklu meira heldur en hinnar og þetta er náttúrulega bara orðið þannig að þú veist, það er eiginlega ekki, þú veist, það er bara ekki hægt að nota þessu vopn af því að ef þú það er bara tótala nægileg já, það er basically bara þannig ef að, þú veist, ef einn skýtur á einn og hinn ætlar að skjóta þangað eins og var, þú veist, það var stóra línan svona sem við áttum líka að vera spennt yfir í þessari mynd hvað forsetinn myndi gera ætlum við að við talið þetta áður en að springur hjá okkur en ekki einmitt, akkurat sem er náttúrulega bara æsispennandi og þetta er raunverulega bara krísa sem að Bandaríkjaforsetar þurfa að taka sig fyrir hendur af því að það sem er núna að gerast náttúrulega og stærsta ógnin við heiminn í dag að þessu leiti allavega og Barack Obama skildi eftir bréfhanda Donald Trump það sem hann talaði bara bara, þú veist, þitt stærsta verkefni núna er, mesta ógnið við Bandaríkin er Norður-Kórea að Norður-Kóreumenn er konum með kjarnorku við vitum held og ég held að ég fari með rétt máli ég bara tek fram að, þú veist, ég hef náttúrulega ekki fylgst með þessu til hlítar og ég kannski myndi ekki búa sjálf mig í vitali í kvöldfréttum að tala þetta, skilur en fyrst er þetta myndflagar, þá leiðum ég mig bara bálsuna þessu þeir hafa náttúrulega verið að gera tilraunir með eldflaugar og hafa skotið þeim í Japans haf og svo framvegis og þeir hafa náttúrulega sprengt kjarnorkusprengjur þannig að þeir eiga kjarnorkusprengjur svo er eldflaugatæknin, það er ákveðið spurningamerki þeir segjast náttúrulega vera með alvöru eldflaugar sem geta skotið yfir til Bandaríkjanna það er ekki 100, ég held að sé ekki 100% ég held að sé ekki alveg staðfest, þetta er náttúrulega einræðisstjórn og þeir náttúrulega segja þetta út því að þeir hafa náttúrulega bara hort upp á það sem hefur komið fyrir aðrar einræðisstjórnir eins og í Írak, eins og í Líbíu Muammar Gaddafi hann fekk þau lofórð að honum er hlíft ef hann myndi ekki fara út í kjarnorkusprengjur hann skrifaði undir einhvers konar sáttmála það
ég meina Kim Jong-un bara sér hvað varðum hann var bara dregin eftir göttunum og myrtur skilur af einhverjum uppreisnarmönnum það sem líka áhört að Pentagon nú ég búin að vinna alvöru vinnu fyrir þennan þátt að oft eftir 124 þætti eftir 124 þætti þá vann ég mína vinnu að Pentagon, varnarmálaráðuneytið og herinn, Bandaríkjaher það oft mjög mismunandi hvernig minn uppáhaldsmiðl The Atlantic tímaritið mitt sem ég elska að lesa eins og ég kom inn á hér búin að skrifa grein þetta af því að það sérstaklega eitt og það sérstaklega helvíti góðu lína sem okkar maður Harris, hvað heitir hann aftur, leikarinn hann leikur varnarmálaráðherrann, hann sonur Richard Harris sem leik Dumbledore hann er Jared Harris hann er einn af þessu leikur sem þú þekkir alltaf andliti heitir Jared Harris þetta var kallað í myndinni og heitir að ensku GBIs sem voru varnarflaugar sem áttu að skjóta flaugina niður og hann segir mannst ekki so it's a fucking coin toss this is what you get for 50 billion Pentagon og varnarmálaráðuneytið það er vist mjög ekkert sérlega sátt við þessa mynd Nei, þeir eru búin að senda frá sér eitthvað skonar álit og dissa þessa mynd þetta sé ekki rétt en með það sem ég að lesa eins og til dæmis í The Atlantic þá þetta bara staðreind málsins að þessi tækni það hafi verið gerða svona einhvers konar þeir segja að varnarmálaráðuneytið segir að þessi tækni hafi 100% accuracy rate geti 100% hit þú veist þannig að og myndi sig 50-50 þú veist þetta er alveg bara svona þetta er ótrúlegt og er bara sérfræðingur sem skrifa bara í Atlantic bara ok, varnarmálaráðuneytið segir 100% það er ekki sens þetta er eins og skjóta bara byssukúlu með byssukúlu þetta er kaplinn í myndinni skjóta kúlu með kúlu einmitt, akkurat þetta er nefnilega nákvæmlega hannig og hann bara gefur að því skóna að raunverulega tala sé líklega svona milli það sé búið að voru sem gerða prófunir á þessu á 10. áratugnum og síðustu 15 árum þá voru gerða prófunir á þessu 2010, 2013 og það talaði svona 57% það sé svona cirka never tell me the odds segir nú bara Hans Ólaf en það er ekki annað með þetta en svo líka mismunandi hvernig þú veist, þetta voru 4 próf en 2 próf voru venjulega raflöðar en aðra 2 kjarnorku knúna raflöðar þannig að þetta er ekkert auðvitað flókið eins og heyrir og líklega er það sem að kemur fram í myndinni það sem að sennilega myndi bara raunverulega að raunhæft dæmi þetta er bara líklega raunhæft dæmi svo líka annars það er flauguleginni það mista þess að skjóta hann niður og þá kemur ekki reyna aftur já, veist, við eigum bara 50 svona hvað er að gera, þú veist getur ekki spanderað öllum varnarflaugunum hvað áttu eftir að fá margar yfir þig í viðbót hvað veist, það er næstu bara 1 skot í byssunni máttu ekki gera en já, þannig að þetta er ótrúlega áhört svo langar mig til þess að við ræðum allavega endin og börum hlustendur og við árunum að gera við spillum ég ætla aðeins að koma inn á því að ég oft talaði með þetta sáttum ég er kaldarsísbad og ég gæti ekki sofið sem krakki á tímabili af ótta við kjarnorkustríð og það er að því hún endur ógnajafbæði og þetta er náttúrulega bara tekið mér að vænt ógnajafbæði það var allavega það meikaði sens og það er náttúrulega heilu kenningarnar í alþjóða stjórnmálafræði bara það hversuna kjarnorkusprengjur tryggja frið og ég realísku kenningarnar ég var bara mjög taugaflegur yfir þessu í grunnskóla og þá átti ég vin sem var klárar og djúpþengjandi meirinn ég og hann sagði það fer engin stríð sem hann getur ekki unnið þetta er ekki að fara að gera þetta er í raun ekki stríð þetta er bara þú veist hvað þessar sprengjur eru góður í dag þetta er ekki hægt og það er mitt ok, það fer enginn í stríð sem hann getur ekki unnið það var þá núna erum við með svoleiðis geðsjúklinga á öllum póstum að þeir eru alveg vís með að bara varpa svona sprengjur það sem er vont í þessu það er vont að Pakistan og Indland séu með kjarnorku það hefur aldrei átt að gerast sérstaklega ekki Pakistan
skilur að það bara það rugglað að þessi lönd séu það líka vont að Bandaríkin með Trump og Rússland með Putin sem annar bondvilinn og hinn fábjörn það alveg hárrétt sko, það alveg hárrétt þú veist, það basically út af því að ég hef alltaf hugsað sko, the endgame náttúrulega það að á endanum verður engin og þá ég bara að tala eitthvað mjög svona obskjúr og fjarlæga framtíð skilur þú veist, við erum að tala þetta tækni sem að þarf að uppfæra það þarf að viðhalda þessu hvað gerist þegar það er enginn til staðar til þess að viðhalda þessari tækni skilur þú veist, það endar náttúrulega bara þannig að springa sko. Það er ekkit annað og það endar heiminu sko. Já, það vil svo skemmta til að fyrirvændi eiginmaður Catherine Bigelow, James Cameron er búinn að klára söguna fyrir okkur segja hvernig það endar í Terminator 2, Judgment Day gerfugreindin tekur náttúrulega yfir vopnakerfin og varpar þessu hægri vinstri bara í allar áttir Nei, þetta er það er líka því ég elst upp við þetta, það er kjarnorkuváin svo búið að skipta henni bara út það var enginn að pæla sér, það var komin loftslagsvá sko. Nú er allir búin að missa áhugan meira og minna á þessari loftslagsvá og einhverjum gróðurhúsaárum bla 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 þetta er bara komið aftur og ég bara minnst óþólandi á líftíma eins manns að ég þurfa að fara í gegnum þetta aftur á efri árum sko. Það er ríkalegt, en pældi hvernig mér líður tóti ég meina, ég elst upp á 10. áratug þurfa núna að ganga ekki þetta bara þú veist shit og sko þegar ég var að horfa á þessa mynd sko, þá var ég bara svolítið reiður ég bara, hvað er verið að hræða mann með þessu þú veist, þetta er bara, þetta kemur við bara, veist, eitthvað djúpt í sálartetrinu sko og bara, ég hef náttúrulega oft þetta er nákvæmlega það sem allir óttast sko. Já, þetta er bara, þetta er einhvern veginn afturorðið einhvern veginn bara raunhafa möguleiki upp á borðinu svo segir, í 90'sinu var enginn að pæla þessu bara allir eitthvað, trainspotting og djamma eitthvað, bla bara einhvern Nicolas Cage mynd sko. Já, og Conner Conner, já. Nei, og líka sko í sambandi við þetta Nei, þetta með það stóð heilufall nei, ég er að missa þráin nei, það er bara eitthvað mjög óþægilt við þetta já, að því ég talaði um á stundum BBC myndina Threads eða þræðir frá 84 cirka sem að sem sagt þið talaði um þetta sé myndin sem að sem sagt sko traumatísaraði mína kynslóð Breta sko og ég sá hana á RÚV og hún fokkaði mér upp sko hún fokkaði öllum upp ég held að ef hún horfði á hana núna ég held að sé á YouTube hún fokkaði þér upp sko og þessi mynd er náttúrulega, þú veist, miklu sko, getur gerð tæknilega allt það, en Threads er ennþá meira ókveikjandi fyrir mér heldur en það var svo Dynamite, en þetta var samt sami fílingurinn ég mást ég á 14 ári í fyrra skiptið og svo er ég 54 ára ég get ekki vera að þessu ég hræða mig líka allar samræðnar í myndinu eins og þegar hann ráðherran Jared Harris varnamálar ráðherran hringir í dóttur sinna sko hún bara, hvað er þetta verið þann fyrðulegur er það hitt en frábært þarna var vík milli feðgina greinilega sko það hefði ekki verið í miklu sambandi og hann stilli sig að náttúrulega drullar og Chicago einmitt það er líklega seint líka þegar hann ringir já, það er nefnilega þegar ég er svo kjarnokur hættur og vini minn, eðlisfræðingurinn æskuinn minn, hann þetta er nokkur á síðan þá var Doddi minn að læra eðlisfræði og þá gaf hann stráknum gamla svona killisnóti sem heit How to Survive a Nuclear War sko og hann Óskar Unnvinn hann var nú hjá Gæsla Undaríkis og hann sagði sko að tvennt, ég hef sagt það tími og fjarlægð, það eru bestu varnindar gegn kjarnorkusprengju hvaða vörn er það þá bara bíða nei sko, sko en staðan er basically þannig tóti, út af því hvað þessi vopn eru fyrir lungu orðin öflug það er engin in the 50s sko, Fallout manstu, þættirnir og og töluleikinir þá var þetta svo mikið svona eitthvað farið undir borðið og settu hendurnar yfir hausinn í dag er þetta bara ef þú varpa kjarnorkusprengju það sem þú ert í einhverju bara ákveðin fjarlægð þá ertu döður og það er nú held ég ennþá lifir gamla klísjan sem var alltaf að vera staklast á þegar ég var allast upp að þeir heppnu degja fyrst sko. Jesus. Svo náttúrulega tími og fjarlægð og Íslendingar við erum alltaf að hugsa bara raskatu sjálfum okkur það er enginn á okkur, við erum ekkert military target og allt það, nei frábært
hvernig ætlar Ísland að spjara sig ef það engin umheimur þetta blautur draumur miðflokksins bara Ísland, við erum eini í heiminum og hvað gerist þá? Það engin útlendingar og bara ekkert hvað kom aðfengin? Við fáum náttúrulega enga olíu þá sko Nei, og ef kemur kjarnorkuvetur þá það hlýnar ekki hér sko Nei, það er það búið þess vegna ætti maður kannski að eiga svona viðlagapakka eins og alltaf að tala Já, því hann bjargar hverju lifir í 3 daga springur núka hérna í bakarinn hjá þér ég nú með kassan og 10 skall cash ég nú með líf gott líf næst í 3 daga 4. degi nei, ég ef að fara í spilla tölum aðeins förum í spilla right now spillir endirinn svona hann sem eru pirraðir Já, ég var reiður Já, ég hef líka búin að bíða allan tíman eftir að fá að sjá Já, og svo þeir hafa því bara hugur ekki til þess að henda aftur byrjun myndarinnar í mig í 3. og síðasta hlutanum og svo bara endar hún þetta var svona algjör Sopranos endir bara þú veist, bara come on að þegar þú veist mín ok, og ég veit að segja beint út, hún endar þannig að við vitum ekki hvað gerist einmitt, það bara endaðinu, fórsetinni að hugsa hvað hann að gera og bara talar líkir þessu við að hafa byggt hús úr dínamíti punkturum með því að láta þetta enda svona er þannig að þú talar þetta talar það, þú veist, að þessi maður fórsetin hafi svona mikil völd að þeir basically það sem hann að taka ákvörðunum og ég hugsaði mjög mikið þetta ef ég væri fórsti Bandaríkjanna það sem þú í rauninni eina sem þú getur gert siðferðislega rétta valið í þessum aðstæðum og ég held að enginn fórsti er í sammála ég veit ekki, ég held að leið og kemur að þessu ef það kemur að þessu situationi þá er besta ákvörðunin að gera ekki neitt af því að ef þetta er vittlust kannski eru gögnin vittlust kannski er engin eldflög á leiðinni veit ekki, þeir reyndu samt að skjóta hann niður og veist, eitthvað kannski eru gögnin vittlust fyrir það fyrsta veist ekki hvað tilgangi þessu skotið hver skaut þessu að þegar leið og ferða að bomba í þetta þá er heimurinn bara búið þá er hann búin að enda og það var eitt að fyrsta bara, ger ekki neitt hvernig leysir Jackson Lamb og Slow Horses öll mál þeir eru alltaf að gera ekki neitt Jackson Lamb alltaf bara að banna liðin já nei, sitið bara rólega, hvað er eitthvað og líka, ég naut það í þessari mynd mér fannst það svolítið skrítið, þetta er samtalið þess fórstir á ef ég svara ekki strax þá er eins og við sem að gefast upp og þá erum við einhvern veginn lúserar eins og ráðgjafan sagði bara, þú ert annarkvort að þú getur annarkvort gefist upp eða hvað? Fram í sjálfsmál, já, en þetta er engin uppgjöf þú ert með risastórt land og ok, þeir sprengja Chicago þá getur þú svarað þú þarft endilega að svara áður en að búið að sprengja hjá þér þetta, ég skil ekki þá lógík þetta er kannski eitthvað kanalógík en þú ættir ekki einu sinni að svara þó að Chicago verður sprengt nei, raunin ekki allavega ekki á sekundunni má alveg bara aðeins anda á meðan einhver er einhverstaðar til þess að íta á takan þegar það ég kemur þetta getur ekki verið mínúti að klukkutíma spursmál hvenær þú svarar kjarnorkuárás en leið og svo er það sem að þeir voru ræðmyndinni ef þú svarar ekki þá ertu búin að gefa fordæmi þú ertu búin að gefa green light á að það sé varpa kjarnorkusprengja þig og það hafi engar afleiðingar já, þá ætlar bara alltaf að svara ekki þú svarar náttúrulega með þetta samme í seinnaskipum sem er náttúrulega, og svo er absúrt að ræða þetta svona út því að við erum að tala þetta eins og þetta sé bara að varpa eins og þetta sé bara svona einföld loftar á en þetta er náttúrulega bara það er bara búið að eyðileggja þetta er náttúrulega langvarandi áhrifin og umhverfisáhrifin og áhrifin bara á allt systemið, bara heiminn allan, þetta er ekkert grín Akkur allir Chicago hafi orðið fyrir valinu í myndinni af því að Trump hatar Chicago það málega það er helvítis hippar hann eitthvað er ekki alltaf á leiðinni eða búin að senda National Guard til þess að berja fólk í Chicago ég held það nú er alltaf New York komin efst á listan eftir að þessi múslimi var bæjarstjóri einmitt, akkurat og minna þetta er líka hann þú getur aldrei séð fyrir hvað þessi maður myndi gera nei
Já, þetta nú bara einhver ónýtt sprengja, nú kem ég með stærst og mest og bestu kjarnorkusprengjur og skýta hann í beint til baka bara. Hann er núna að tala að Bandaríkin ætla sko að fara að prófa kjarnorkusprengjur aftur. Já, eftir hvað? Það er engin ástæði til þess. Nei, ekki nema bara, ég heyrði þetta, að svo alltaf að tala alltaf maður finnir eitthvað hjá Trump alltaf, já, þú takir þú samingi. Nei, ég hlusta á þetta bara live, sko. Já, það er allir að gera þetta, þannig verðum við bara að gera þetta líka. En svo sko, einmitt, að við erum að tala um ógnarjafnvægið og kjarnorkusprengjurnar. Ég óttast náttúrulega mest sko þegar þessi fjölgun, það er bara má ekki, það er ekki öll ríki að vera með þetta. Þetta er hræðilegt. En nú er bara eins og forseti Finnlands var að tala um, þetta er bara raunveruleg spurning fyrir ríki, bara að fá sér stakkur fæði Finnlands er ekki kjarnorkusprengjur. Skilur við í alvörunni? Bara til þess að bara við séum örugg hérna, skilur við, rússar ráðast ekki á okkur. Þetta er bara NATO og kanin bomba þá rússuna, þú þarft ekki að eiga svona allir eiga kjarnorkusprengjur, þetta er alltaf geggjuð hugsun. Þetta er unbelievable hugsun, en ég meina svo á móti ef það hefði ekki verið til kjarnorkusprengjur þá hefði kaldastríðin náttúrulega það hefði orðið eitthvað hræðilegt stríð sko. Boots on the ground. Já, það hefði verið eitthvað hrikalegt. Ógeðslegt svona, já. Það er rögin hjá realistunum í alþjóða stjórnmálafræðinni. Já, ég held samt, já, ógeðslegt stríð og alltaf, en þetta er alltaf bara einhvern veginn sanngjarnar leikur eða var ekki kjarnorkusprengjur. Þá fara menn bara í stríð bara, og bara betra liði vinnur. En þá deyja milljónir. Hann gerir það hvort ef að sprengja. Já, menn ef að sprengja. Það er sem að ég segja, sko, að kjarnorkusprengjurnar hafi runni tryggt okkur friði í 80 ár. Já, það er samt að ekki verið friður neðstæðan bara okkur hérna hjá okkur, sko. Það er svona, það hafi ekki verið svona stór átök, það hafi ekki verið svona átök allan heim, það eru svona rögn. Nei, líka heimstyrjaldundar eru svo agalari þetta eru hvítir menn að drepa hvern annan, sko. Það er ekki vandamálið. Jú, alltaf ekki. Þetta er ekki lítið á börninni á Gaza sem manneskjur, það er börn, sko. Þetta er bara eitthvað sem er eitthvað fyrir einhverjum njólum, sko. Já. Þetta voru bandarísk börn eða íslensk, hvað var þetta voðalegt? Þessi þáttu tóti berið þess öll merki hjá okkur að vera tekin upp í nóvember. Já. Kjarnorkusprengjur. Ekki að því að við erum óhefnir að þurfa að vera að tala um þessa mynd, sko. Nei. Ef við hefum komið í júli, hefur við þá talað öðru sem hana? Já, við hefum kannski byrjað þáttin að vera eitthvað svona, já, hvað er þú að gera? Já, ég var að fara í Sólbað, ég var hérna í Nauthólsvík og váka lífið ekki gott, svo er ég að fara til útlanda. Já, glemdu alveg að tala um eitthvað svoleiðis. Og sagði ekki frá, ertu ekki múið að segja frá hljópst 6 km að gera? Nei, ég ætla að segja frá, ég hljóp 6 km að gera. Ekkert að lána með. Helviti gott, sko. 1.5. Ég er búið, ég er tæmdur, sko. Ég er ekki með meira þessu mynd, sko. Nei, það má kannski ekki segja mikið, en þessi opni endir, eða þessi sóprunas endir, eins og kalla þetta. Fyrst var ég svolítið, ok, svo bara fór ég að pæli, þetta er bara helviti gott, sko. Fyrsta lagi, þá skilur þetta eftir í óvissu sem að þetta gengur allt út á óvissu. Þú sáttur við endin. Já, sérstaklega líka því að ég sé alveg fyrir mér ef hún hefði haldið áfram eitthvað, ég held að hún hefði klúrast. Ég held að það hefði dreigið kraft úr þessari mynd ef þú hefði að spinna þetta eitthvað áfram. Já, það er alveg rétt. Og þetta var búið, sko, og var mér hugsað til eins besta Law and Order special victims unit þáttar sem ég hef séð. Það er svona he said, she said þáttur. Það byrjar svo að stelpa kæri nauðgun og það lítur allt út eins og þetta er bara borlegjandi, gæði nauðgæðinni svo breytist einhvern veginn narratívan þannig að það fyrir að koma evi og svo er þetta orðið alveg eiginlega bara, ok, hún er að ljúga þessu sko þetta er bara góðu gaur svo fyrir hann fyrir dóm og þátturinn enda þannig að þetta er svona Gone Girl já, nema sko bara, og svo bara bæði þessi sjónamið bara takast á í réttar senunni sko svo enda með þess að formaður kvittum sem segir bara we the jury find the defendant boom, búið þá þarf þetta að halda áfram og vega og meta sko hvort og þetta og ég pyrrar að heyra þetta en veist, svona er þetta maður getur ekki fengið allt nei, þá þarf þetta líka annars með Tony Soprano svo líka, ef það hefði verið komað annað hvort segur eða saglaus þá hefur verið samt alveg efasemdirnar eru samt, þannig að það er langt best að skilja bara fólk eftir algjörlega bara fuck, hvað eru 20 ár síðan á Sopranos klárast, það er ennþá að rífast hvort að Tony var drepin ekki og svo ég veit að hann var drepin, en ég er samt í afneitun og ég held ég alltaf að nei, hann er lifandi Tony Sopranos hefur bara fínt, ennþá það var geðið sko. Það var geggið sko. Ég held að það feitaði náttúrulega blakka þegar hann var dán
Já. Það er ekki saga ef aðalpersónan er Ég, þú drefst ekki on screen, sko, þá ertu ekki döður, sko. alveg Star Wars. Já, ég fekk allavega að gæla við þá hugsun að þetta var ekki svona allt bild uppi, sko, bara gott það er vísun, sko, og allt í þessu, sko. Geðveikt. Já, neðan allavega A House of Dynamite, hún kom eiginlega bara að snúlta sér skemmtilega óvart. Nei, hún kom mér alveg óvart og það var miklu einhvern veginn betra stöð heldur þetta vona á. Já, núna þegar þú veist það er aðeins búin að melda, ég var náttúrulega brjálaður. Já, en þegar fannst þetta ekki leiðileg mynd. Nei, menn alls ekki, ég bara vildi fá svar. Hún skilur eftir, hún verður brjálaður út af endinu. Já, sem er endalega, þú veist, fínt þegar ég hugsa, fínt að pæla hans í þessu. Já, og þetta var líka, þetta er Netflix, þú tala mest það, sko, og góðu leikstjóri, stórt nafn, er engin trygging. David Fincher gerir leigumorgjum mynd á Netflix, hún er ekki góð, en þetta var bara eiginlega, þetta var above average fyrir Netflix, sko. Catherine Bigelow er alveg, þetta eru gæði. Já. Það er seal of approval þegar hún er. Ég held líka, eins og ég sagði hann, ég held að hún fái svo aukin slagkraft eða vikt bara út af því að þetta er svo relevant atburðarás sem að varða ekki fyrir 15-20 árum, sko. Þá hefur maður hort á þetta bara svona eins og Netflix já, verið komin í síman eitthvað í bubble shooterinn eða kommenta eitthvað á Facebook. Það er rétt, sko. Jesus. Herru, er ekki bara sattir það? Jú, ég held að minna fólk að tófólk og gefa okkur stjörnu líka, hefur ekki að gera það á Spotify. Já, það er langt sérna ég sé að þeim fjölga. Það er einhver að vega að okkur, við erum konin nýri í 4,6 og þá eitthvað ekki gefa okkur fullt út. Mér líður svona eins og Donald Trump, ég er með mjög viðkvæmt, þú veist, ego fyrir þessu. Þetta er beðið ykkur bara vinsalegast kæru hlustendur sem að hlusta okkur oft og þá sem að náða allarlega, gefa okkur 5 stjörnur. Please. Ekkert vera að betla þetta og veist alveg að við erum góðir þó einn hafi gefið 3 ár. Já, það er enda rétt. Það er kannski bara nettaður með 4,6. Við erum umdeldir. Hataðir, elskaðir en aldrei hundsaðir. Já, það er draumurinn, sko. Já, og bara Rekus náttúrulega fær þakkir fyrir framlag sitt og húsnæði og kaffi og svo náttúrulega bara ef allir eru komin á góð dekka og bara láta skoða beint skoðun 20% af, segja 2 tónum bám. Ég sagði frá síst að bílinn minn hann er döður. Já, nema hann er ekki döður það var svo mikið vesan gera við hann að Dóra náttúrulega bara búin að kaupa nýjan bíl. Nei, til hamingju. Hvernig bíl? Farð þú að vera á honum? Já, og þetta er eitthvað svona Nissan Leaf SL. Þetta er rafmagnsbíl. Þeir eru mjög öflugir. Já, ég er samt, sko, þetta er svo flókið. Svo, ég meina, þegar ég setti þetta inn í bílinn. Mér langar rafmagnsbíl. Já. Ég myndi alveg vilja eiga Tesla. Ekki segja neinum. Nei, ég ætla þetta nú bara ekki að segja nein. Nei, herru, getur ekki eitt þessu það? Nei, ég veit ekki, sko, þú veist, maður ítir á takka alltaf að kveikja bílnum. Þú veist, ég er ennþá að reyna að stinga bara hendin, þú veist, ég er með 40 ára vöðva minni að keyra bensínbíl, sko. Og svo var allt svo framandi, fórum að bíla svo Nissan er í þessu. Ég keyrði eins og Nissan Micro í Láshúsinu í gamla daga og það var nákvæmlega svona takki. Já, svo sko gírstöngin er bara eitthvað svona lítill svona knob, ég get ekki látið hendina hvíla. Er þetta ekki sjálfskiptur það? Jú, stöngin. Já. Gírstöngin, það er ekki gírar í rafmagnsbíl. Nei, en það er alltaf stöng, það var alltaf stöng og þetta er svo margt bara skrítið, sko. Var ég búin að segja þér, ég var að ná Tesla út úr svona snjóskafli í síðustu viku. Herru, ég held þetta er svo erfitt að ég veit að Tesla eru svo þungar og herru, svo sagði mig leigubílstjóri daginn eftir, þetta er mjög ruglandi frásögn hjá mér, svo sagði mig leigubílstjóri daginn eftir sem ég var að segja frá þessu, sem ég var bara því að þetta gekk svo vel. Teslan bara rann út bara. Er þungin aftan? Þungi hjálpar. Já, er hann aftan á það? Ég í miðunni, batterið er alltaf í miðunni. Já, ok. Þetta var sko í gamla daga þá galantið minn, fyrstu vítum minn var sjálfskiptur og var afturhjóldrifin. Það er mörgder, sko. Og þá var vetnar, ég var alltaf með 4 gangstéttarhellir í skottinu, sko. Alltaf þingjan á ballist, sko. Jú, menn gerðu þetta. Þetta var ekki bara ég að finna þetta. Það var gamlu kallin á bensinstöðinu sem var að gera þetta. Jesus Christ. Þannig að það skýr ímslegt. En já, svo bara, Teslan er líka, þú veist, mjög öflug, skilur við. Rafmagnsbílarnir eru öflugir. Já, en þá ef þú ert að spóla, þá eru bara meira power til að spóla meira. Nei, sko, og svo lendum við svona næstu því í vesinni á, þú veist, bílaplanni svolítið, svona smá ísing. En svo bara gunnaði bara. Og ég bara hef aldrei síðan neins, sko. Þú veist, ef ég hef verið á Toyota Yarisnum eða eitthvað, hann hef aldrei komast að út, sko, held ég. Ég er búin að vera með bílprófi í tæp 40 ár og við fórum bílasöluna og við ætlum að
taka hring ég var að láta Dóru sækja konuna sem átti bílinn að sína mér hvernig ég ætti að setja hann í gang og hvernig ég ætti að setja hann í drive ég bara, hvað er þetta? Er þetta glænýr næstan lífið? Nei, 2022 eitthvað Glænýr, halló hér þetta var eins og setjast inn í gameskip og svo alls konar eitthvað ljós og merki eitthvað sem ég skil ekki nýtt þannig ég fór að fann manuálinn á vefnum 650 blaðsjur Þú saknar ekki Hyundai sér núna Jú, en þá Já, ég þarf langan aðlöfuna tíma að þessum rafbílum sko. Ég held ég fáum með næst rafbíl Já, ég held að kannski Tesla Já, samt mér illa veta líka þegar þessi nýju bílar það er að hakka sér í þetta ég vil bara vera á gömlum beinskiptum bensínbíl sem er þá bara Hef ég ekki sagt frá því hér að ég var í Cybertruck í Bandaríkjunum Jú Ég sagt frá því hér Það er ljóta ógeði Mjög ljóti bílar, mjög nett að vera í þeim af því að þú stýrið bara þannig þú getur bara snúið hjólunum bara þú getur bara tekið bílinn og bara bara snúið við eins og þú sért manneska sko. bara á staðnum það er fáðurlegt sko. Já, svo kannski er þetta eitthvað í mér ég er alltaf bensínkall sko. kannski finnst mér að vera svíkja það er hugsjón sko. einmitt, var ekki múin að segja frá því líka þegar við vorum á Teslunni, fórum frá Palm Springs fórum til Las Vegas eina sem við pældum í var hvar við ættum að stoppa að hlaða það var allur bíltúrin og svo þurftum við alltaf að standa bara eins og okkur óni bara svona já nú er hann að hlaðast, við erum hér í 20 mínútur í staðan fyrir að bara taka bensín, komið 2 mínútur bara fullur áfram gakk, gali sko Já, það er eitthvað einmitt í því en ég er alveg bara, þetta er svo framhald allt saman sko. Vöðvaminnið, það er alltaf bara 40 ára vöðvaminnið, alltaf bara hendur alltaf að leita eitthvað sko. Þú er að passa það sko, þegar ef þú stígur of bratt í þetta á bensinkíðuna, þá er þú bara komin á 200 sko. Já Þetta er fárlegt dæmi sko. Meira sem Nissan lífin sko. Fyrir okkur bensín fólki sem höfum brátt í Aris allt okkar líf Það fyndið þegar ég var að segja heilt hvað var það 2015 þá var mér og Eiríki Jónssoni þá reytstur að segja bóðið í bíltúr á Tesla þá voru Teslur, þá voru ég lenga Teslur Einmitt, já og gæinn gunnaði bara og fór bara, bara þetta var svo gameskot og Eiríkur sagði það losna fyllingarnir í tönnunum á manni og ég kastaðist í aftur í bakið, bara neldist niður bara. Þetta er galið dæmi sko. Þetta var svona eitthvað reality tjekkur með ég held að fengist aldrei meiri snerpa en að gunna bensinni niður sko. Nei, það er bara þessir rafmagnsbílar eru ruglaðir sko. Já, er ekki einhver aðrir með svona bílapodcast við komum eitthvað út í við erum komin í einhvern skurð sko. Það verður þáttur þetta viku í síðasta lagi eða hvað? Það ekki? Jú. Við gerum þetta. Það er þétt pökku dagskrá framöndan við veitum ekkert hvernig við erum að höndla þetta alltaf mann. Og við hvetjum hlustnendur til þess að fara varlega, hugsa vel um sig, hugsa vel um aðra, vera jákvæð. Stórt ljós á alla hlustnendur. Já, góð við hvort annað. Hvað er að þér? Það er ekki komið jól sko? Já, allt er lagið þá Ég lóki þessu Tveir á toppnum er í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.